Þegar Sesselja Ingibjörg Bardal fékk nýfædda dóttur sína, Selmu Sól í fangi í fyrsta sinn, þá má segja að tilveran hafi snúist á hvolf. Sú litla er með mjög sjaldgæft heilkenni sem kallast apert. Velkomin. Segðu okkur fyrst frá hvað er apert heilkenni? Já, apert er svona heilkenni sem gerist í móðurkviði. Þetta er svona stökkbreyting á geni. Og það, ef ég skil þetta rétt, ég er nú ekki með læknisfræði menntun, en ég er svona að komast nær og nær að vita hvað þetta er nákvæmlega. Það verður sérst þannig að ákveðnum tímapunkti þá, við erum í rauninni með endalausar stökkbreytingar í líkamannum sem gerir það verkum að við getum breytt bara breytt í lífinu og verið svona, við erum fljóta aðlagast í lífinu og þegar að barnið er að verða tilbúið þá eru endalausar stökkbreytingar. Nema í hennar tilfelli þá verður svona neikvæð stökkbreyting sem gerir það verkum að beinin fara ekki í sundur í höfðinu og í puttunum og tásunum og þegar það verður neikvæð stökkbreyting þá í rauninni er margt annað sem klikkar ekki í rétt box þetta er svona mjög einföld útskýring og þá í rauninni er það þannig að höfuðbeinin eru þá samvaxin og munnurinn verður nær ekki að lokast og puttarnir fara ekki í sundur og tásurnar fara ekki í sundur. Þannig að þetta er svona samvaxið, þannig að þetta er svona útlitseinkenni. En vitsmunaþroskinn er bara eðlilegur. Sem er frábært og við heppin með það. Þannig að en já, svona útlitið er ekki eins og við erum vön að sjá svona í nýfæddum börnum. Hvað var svona það fyrsta sem fór í gegnum hugan á þér þegar þú fékkst hann í fangið? Sko, þetta var, ég á 2 aðrar stelpur sem eru ein 12 ára og ein 8 ára og já, sko, fæðingin var mjög erfið og erfiðasta fæðing sem ég hef farið í gegnum. Þannig að þetta var allt svona einhvern veginn, byrjaði bara rauninni þar að vera öðruvísi, bara fæðing heldur en ég var vön. Þannig að svo bara einhvern veginn kemur hann í heiminn og ég man ekki svona eftir að hafa fengið hann í hendurnar ef ég var alveg hreinskilin. Ég fékk hana því ég myndaði, þannig ég man eftir í gegnum myndina. En svo kom einhvern veginn læknir og að því að hún var með þessi útlitseinkenni þá auðvitað fer allt í gang. Fyrir að skoða hvað er í gangi og svona. Og þannig að hún fer einhvern veginn bara strax til læknis og ég, þetta var erfið fæðing þannig að það fór allir einhvern veginn að hlúa því bara ég var með svo mikið blóð og alls konar svona. Þannig að ég einhvern veginn upplifði ekkert endilega ég væri að fæða barn svona eftir á því að svo fór bara maðurinn minn með henni inn á barnadeild og ég var bara að vera að klára að græja mig og svo var ég bara var flutt bara inn á aðra deild og fekk alveg gott samtal og allt svoleiðis en svona var ekkert með barnið og hún var ekki komin á brjóst eða neitt svoleiðis svona eins og ég var í vön. Þannig ég var svona smá bara með svona engar tilfinningar eiginlega, til upp í byrjun. Og ég hefði alveg eins getað svona, mér fannst ég stundum alveg bara hafa verið í einhver svona aðgerð bara. Og en já, það var mjög skrítið. Þannig að ég upplifði bara svona lítið fyrst, en svo fór ég daginn eftir og hitt hana. Og maðurinn minn kom stutt eftir að ég var komin inn á annað herbergi og sagði mér alveg náttúrulega frá henni og hún væri fullkomin og hún væri æðisleg og ég að fara að sjá hana og ég var ennþá bara svona já og hann hafði áhyggjur af því að ég væri ekki að tengjast við hana strax en ég gerði það kannski ekki alveg frá fyrsta mómenti þá tengdist ég henni ekki alveg strax en sem betur fyrr tengdist maðurinn minn henni alveg bara miklu meira heldur en kannski hinum má segja. Þannig að hann svona já, hann var bara hágrátandi og var svo glaður með hana og fannst hún svo alveg frábær og bara sá einhvern veginn, þau horfðu í augu og þetta var voða fallegt svona samband sem þau mynduðu strax sem kom svo seinna hjá mér þegar ég hitt hana svo og þá var bara, náttúrulega fann ég að hún var bara okkar sko og bara já, en hún var einstök, það er alveg þannig, svona í upphafi. Var eiginlega strax alveg ljóst, þarna er komið einstakt barn í einstökum líkama og hvaða einhvern veginn hugsanir fari í gegn? Já, sko, ég man að læknirinn, hann Viktor, hann kom til okkar sem er búinn að vera okkar svona læknir bara frá í síðastliðin 2 ár
frábær læknir, ótrúlega gott að tala við hann og hann bara strax sagði ég held að þetta sé apert og var rosa fljótur að svona segja já, þetta lítur út eins og apert heilkenni. Þannig að við einhvern veginn fórum strax, en hann sagði ég get ekki alveg vitað, við höfum eftir að svo fara í gegnum svona rannsóknir með það, en svona það lítur þannig út og sagði mitt strax, þetta líklega bara svona útlitsskallar og auðvitað var það líka léttir að hugsa ok, hún veit alveg hver við erum og er með svona vitsmun og þroskan. Þannig að hann var mjög fljótur að segja einhvern veginn þetta apert, þannig að við vorum strax bara með það svolítið í kollinum. En þetta afar sjaldgæft? Já, það bara við vitum af einum á Íslandi sem fæddur eitthvað í kringum 60, en annars vitum við ekki neitt annan hérna á Íslandi, sko. Hver svona fyrstu viðbrögð, fer maður að googla eða hvað gerðu þið? Já, sko, það var náttúrulega Inda og hennar teymi á fæðingardeildinni eru náttúrulega bara frábærar og þau bara fóru á fullt, héldu rosalega vel utan okkur og sögðu okkur og þetta Viktor líka sögðu bara við skulum ekki fara að googla, við skulum bara leyfa tímanum aðeins að líða og við pössum upp á hana og erum bara svona aðeins að kynnast til að byrja með. Þannig að ég fór ekki að googla fyrir bara nokkrum mánuðum seinna og það var mjög gott af því ég held að Google gott en það gefur ekki alltaf réttustu myndina og apert getur verið mismunandi, það ekkert alltaf eins heldur. Það getur verið öndunarerfiðleikar og sem Selma ekki með og þannig að það svona, já, og mjög mismunandi útlitsskallar, mjög mismiklir og þannig að ég mjög glöð að hafa ekki farið í það strax, sko. Þannig að við fengum í rauninni bara þessa sérfræði nálgun í upphafi og tengingu við alls konar fólk bara frá Akureyri, það kom bara fullt af fólki að hjálpa mér að setja hann á brjóst sem að hefði átt barn með holgómabörn. Já, hún holgóma. Já, hún sem sagt með gat í innri gómnum, mýkri gómnum. Hún ekki með alveg holgóma, heldur hún með gat í innri gómnum. Þannig að hún náði aldrei þessu sogi. Þannig að við reyndum það í upphafi en svo bara pumpaði ég mig í einhverja 8 vikur og svo bara sögðum við það gott. Þegar ég var búin með það og þá bara fór hún á svona öðruvísi mjólk. Þið eigið þarna 2 eldri stelpur. Hvernig tóku þær litlu systur? Þær voru bara mjög fljótar í að finnast hún bara alveg fullkomin og þær voru bara, fannst einhvern veginn ekkert athugavert við hana bara eftir nokkra daga. Finnst hún bara verið eins og hún ætti að vera, sko. En viðbrögðin svona í kringum við, fjölskyldan þín og vinir og svona, kemur eitthvað svona óöryggi í fólk, kannski ekki akkurat fjölskylduna en kannski vini? Jú, það var það, sko, og bara, það voru rosalega margir bara mjög leiðir, allar vinkonur mínar voru kannski ekki leiðar en þær voru svona sorgmætar og bara eins og við líka að kannski á einhvern hátt þá voru við sorgmætt og að því að maður svo sem auðvitað fer að hugsa bara hvernig þetta allt verður og maður fer að hugsa langt fram í tíman og það er erfitt að líta öðruvísi út í skólakerfinu og lífinu og allt þetta og þannig að það var mikið grátið þessar fyrstu vikur, sko. Og já, ég svo sem kannski minna en hinir, en ég veit ekki alveg út af hverju að því ég fer mjög fljótt að gráta, en ég fékk einhvern styrk með henni og maðurinn minn var miklu meira svona, eins og ég sagði upphafi, hann svona tengdist henni einhvern veginn rosalega svona tilfinningaböndum strax, sko, og ég hafði miklar áhyggjur því að hann var alltaf grátandi og fór að ræða það mitt innan sjúkrahússins og sem var til þess að við fengum að hitta geðlæknir og að því ég var alltaf að segja og sagði til dæmis við geðlæknirinn Helgi Garðarsson hitt okkur sem alveg einstakur maður og ég sagði við hann bara já í upphafi bara, ég veit ekki, ég var smá áhyggjur af manninu mínum, hann bara mjög mikið grátandi og hann þarf bara að fara að tala við einhvern og eitthvað svona og hann bara já, ok og sagði hafið þið heyrt hann Hugo sálfræðing? Bara já. Ég ætla að segja ykkur eina sögu það og ég bara ok. Já, hann sagði það væri til 2 konar foreldrar. Það væri kontuforeldri og farðuforeldri. Og ég sagði já, ok. Hugsaði bara hvert er nú að fara með þessa sögu og hann sagði þú getur sagt við barnið þitt, farðu á að bursta tennurnar
og það mjög ólíklegt að hann gerir það, barnið. En það segir, komdu við skulum koma á bursta tennurnar og gerum það saman og eitthvað svona. Þá gerir það mjög líklega. Og þú getur alveg sagt upp manniðinn, farðu og talaðu við einhvern. Og það getur leitt einhverju í niðurstöðu, en þú getur líka sagt, komdu við skulum koma og spjalla saman. Af því að þið tvö eru sérfræðingarnir í þessu umhverfi sem þið eruð í. Og þetta var mjög gott á mig, skilur líka, af því að við tvö höfðum svo gott að tala saman, sko. Og höfum svolítið haft þetta alltaf á baku eyra bara frá með þessu samtali við hann Helga, sko. Þetta er mjög gott ráð. Það svo gott að hafa svona stóra í kringu sig og viturt fólk sem getur leiðbent manni. Mér langar aðeins að fara einmitt í hvar voruð þið í lífinu þegar hún kemur til ykkar. Hvar voruð þið stödd? Já, hún sannlega breytti bara öllu lífinu, hún Selma Sól, sko. Ég var sem sagt að klára MBA-námið mitt í Háskóla Íslands og var bara með mjög mikil plön. Ég var bara að fara að eiga þetta barn og svo ætlaði ég bara að vera heima og klára að skrifa ritgerðina því að hinar stelpurnar voru bara frekar þægilegar, svona litlar og sváfu mikið og drukku brjóst og þetta er bara ekkert mál. Og ég myndi bara klára þessa ritgerð og systir mín var líka að gera ritgerð á sama tíma, þannig að við ætluðum bara svona að vinna þetta svona í kósi heitum saman. Og en svo bara þegar hún fæddist þá þetta bara breyttist allt og ég fekk ótrúlega góða sögusenda frá konu frá Akureyri sem á einmitt fatlað barn og hún sendi mér sögu í e-maili sem er svo lýsandi fyrir þetta ferðalag sem maður lendir í og hún einmitt lýst þessu sem ferðalagi að þegar maður er óléttur og er að skipuleggja framtíðina þá er þetta svona eins og ég væri að skipuleggja að fara til Ítalíu og búa þar í 1 ár og ég ætla að læra ítölsku og kynnast ítalskri matarmenningu og ég ætla að gera alls konar, ég ætla kynnast ítölsku fólki og bara njóta lífsins, skilur þarna í þessari ferð, í þessari næstu árið, sko. En svo fer maður í flugvélina og hún var bara, getur verið alls konar erfið og okkar tilfellum var frekar svona, það var miklar öldur í ferðalaginu. En svo þegar við lendum þá erum við bara í Hollandi. Og það er bara, við þurfum bara alltaf að læra hollensku og læra eitthvað túlipana og eitthvað alls konar nýtt fólk og ég ætlaði ekki endilega að fara til Holland, sko, það var ekki planið, ég ætlaði að vera í Ítalíu. Og en þannig að á þessu tímapunkti þegar maður er kannski að lenda og upplifa þetta allt, þá hefur maður val að segja bara, kannski er bara fínt í Hollandi, prófum það bara, þú veist, maður veit ekki, skilur við, maður ofta að kynnast fólki sem maður hefði aldrei kynnst og allt öðru fólki en maður ætlaði kannski og allt öðrum heimi. Og mér finnst þessi saga að vera svo ótrúlega táknræn fyrir þetta moment, þú veist, að þegar maður þarf að breyta bara mindset ef maður má svona sletta út af því að, já, en maður ætlaði sér að gera alls konar hluti og ég ætlaði bara að klára MBA og ég ætlaði bara að fara fram að brautina og þetta verið bara ekkert mál, bara eins og maður er bara skipuleggja lífið, en nú er maður bara búin að kynnast alls konar fólki og bara, það er bara mjög fínt fólk í Hollandi líka. Þannig að það er bara, og alls konar flott menning og ég er enda búin að kynnast mjög mikið af fólki á einni stofnun sem kannski má líka við það fólk sem eru auðvitað læknarnir og sérfræðingarnir og vá bara þvílíkar hetjur sem eru í þessum geira og já, það er mjög gaman að kynnast þeim og þau eru búin að kynna manni í rauninni bara fyrir svona öðruvísi hugsun líka. Þeir náttúrulega tileinka sér lífinu einhvern veginn öðru fólki sem veikist og mér finnst það alveg ótrúlegt, sko. Mér finnst að sumum þeirra að maður sé einhvern veginn eini sjúklingurinn þegar þeir eru alltaf að koma og tjekka á manni og ringja og við erum náttúrulega búin að fá alveg frábæra sérfræðinga, Ingvar Hákon og Gunnar Auðóls og Jóhann Róberts, þetta er allt bara ótrúlegir menn og já, mann finnst bara eins og maður sé einhvern veginn eini sjúklingurinn sem er hjá þeim, sko. En það hefur verið tekið afskaplega vel utanum ykkur. Heldur betur, og hana líka, Selmu Sól. Já. Það er náttúrulega framundan, já, það eru búnar margar aðgerðir. Þú varst bara seinast í gær í Reykjavík með hann í aðgerð og síðustu vikur. Sko, hvernig er sú tilhugsun? Bæði fyrir hana og fyrir ykkur og hvernig hefur þetta verið síðustu 2 ár? Einmitt, þetta er búin mjög stuttur tími og þó mann finnst það eiginlega langur, þó þetta sé bara, hún er bara að vera 2 ára núna 19. mars og
sko, það náttúrulega, við erum öll með einhver verkefni og maður líka búin að kannski kynnast því svolítið í þessum 2 árum að það margir með einhvern stein í skónum eða jafnvel sumir með bjarga á herðunum allan daginn og þú veist, og maður bara takast á þessi verkefni sem maður fær í hendurnar. En þetta er erfitt, þú veist, það er erfitt að fara með svona lítil kríli í aðgerðir í marga klukkutíma, þú veist, hún fór í júní, fekk hún þessa nýju höfuðkúpu, nýtt svona front og þá kom sérfræðingur frá Svíþjóð til þess að vera með Ingvari Hákoni í þeirri aðgerð og þá var náttúrulega bara, þetta er alveg magna fólk sem vinnur í heilbrigðisgeiranum, þú veist, allt frá svæfingunni sem kemur og tekur á móti manni og svo sérfræðingarnir, allir hjúkrunarfræðingarnir og sjúkraþjálfar og bara, já, allt þetta fólk. En þetta er ótrúlega erfitt og það maður finnur hvað maður er rosa þakklátur fyrir að hafa allt þetta góða bakland sem maður á. Já. Þú veist, fjölskylduna sína og vini og þú veist, það er náttúrulega bara ómetanlegt, sko. Og náttúrulega foreldrar mínir eru búin að vera ótrúlega bara sterkir með okkur og systir mín og þú veist, og systkini og tengdaforeldrar, þau eru bara búin að vera ótrúleg, sko. Og ég er alveg búin að komast að því að það er svona, það er líka örugglega ákveðin lærdómur fyrir þau að vera svona á kantinum af því að það er erfitt að vera alltaf að þiggja svona mikið að hjálp. Já. Það er alveg pínu þannig og manni finnst tíma að vera komin í einhvern veginn skuld, sko, við þau að þau eru alltaf að gefa mann og gefa og svo er maður eitthvað að reyna að gefa á móti en það verður aldrei, þú veist, einhvern veginn jafnt, sko. En þau eru samt góð í þessu. Hvernig, segðu mér hvernig í þessu? Ég veit ekki alveg hvernig ég á að lýsa, en það er örugglega alveg gott fyrir aðra sem lenda í þessu. Það er einmitt erfitt þó einhvern veginn að vera alltaf að þiggja þessa hjálp. En þau einhvern veginn eru lúmskóð í að láta það líta þannig út að þetta sé ekkert mál, sko. Þó ég veit alveg að það er heilmikið að þau breyta plönum og bara til dæmis þegar ég var að skrifa ritgerðina mína sem að ég kláraði og þá bara sögðu þú kemur bara til okkar og krókinn og við veist, gerum þetta bara saman og þú skilur skiptumst á að vera með hana og allt þetta, sko. Veist, ég veit alveg að þetta var heilmikið, skilur, þau settu bara lífið sitt að holda meðan ég var eitthvað í þessu en ég er ótrúlega þakklátt. Þau hafa kannski getað séð stóru myndina með þér, sko, og það er líka tilfinning að geta hjálpað og lagt lóður og gáðarnar. Einmitt, ég held að maður getur ekki, maður á aldrei eftir að geta komið tilbaka, sko. Og, þú veist, kannski bara sér hún sjálf það, hún litla Selma Sól. Já, vonandi, einhvern veginn. Heimurinn er svo uppfullur af þessari útlitsstyrkun. Já. Kvíðirðu einhverju, horft á hana, verðurðu vör við að það er svona, að fólk er að horfa? Já, ég finn það alveg, sko, svona. Og við höfum alveg upplifað nokkur svona moment sem að, þú veist, náttúrulega krakkar segja allt sem þau hugsa sem er bara eðlilegt og þú veist, við höfum alveg fengið svona hún er skrítin og hún er creepy og hún er með skrítna putta og eitthvað svona. Já. Og náttúrulega margir spurt bara út í þetta og eitthvað svona og jú, þú veist, auðvitað kvíðir manni fyrir því, þú veist, hvernig þetta verður og ég held kannski núna er hún bara ennþá 2 ára og ég er alveg viss að þegar eftir að koma margar brekkur í þessu. En maður er alltaf að vona, skilur, auðvitað er þetta breytt, þú veist, það er auðvitað mikið búið að gerast og það þurfi ekki allir að vera eins. En það er samt einhvern veginn svona, við erum komin styttar held ég en við höldum, sko. Já. Ég held það, já. Hefurðu getað speglað þig eitthvað í öðrum því að það fæðast ekki allir fullkomnir, hvernig hefur... Já, ég hef mikið velt þessu fyrir mér, sko. Þú veist, af hverju er maður með sjálfstraust og af hverju er manni alveg sama hvað öðrum finnst og svona. Og ég held að það sé ekki út af því að manni finnst manni vera með algjörlega fullkomið útlit, langt í frá. Og einmitt ein vinkona mín, hún Hera sagði mitt við mig, hún sem er læknir, hún sagði bara, sérstaklega, það eru, þú veist, ef þú hugsaður bara mér finnst allar vinkonum mínar fullkomnar í útliti og það er ekki út af að þær eru fullkomnar, það er bara því að persónuleikin er svo, skín svo í gegn. Já. Og auðvitað skiptir það auðvitað mestu máli en það er alltaf þetta first impression sem að svona, maður oft dæmir fólk bara á
10 sekúndum. Já. Og það kannski þessar 10 sekúndur sem að maður kannski velti sér of mikið upp úr, af því að svo bara leiðum að byrja að tala þá bara breytist manneskjan eða það sem maður er að tala við. En ég held í grunninn snúist þetta mest það þegar þú varst að spyrja hvað svona fólkinu mínu og okkar fannst hana og allt þetta. Já. Þá snúist þetta mest bara hvað þeim okkur finnst, svona fólkinu sem næst henni. Já. Og ég held ef að fólki sem að maður veit að þykir vænst mann, þykir maður bara vera frábær, þá skiptir kannski ekki öllu máli hvað hinum finnst. Svona, það ristir ekki eins djúpt, þó það geti svona eitthvað meitt mann í smá stund ef einhver segir eitthvað, þá svona, maður gleymir því, sko. Og svo má ekki gleyma því að við förum öll í gegnum gelgjuskeiðið og unglingsárin og sama hver fullkomin einhverjum öðrum finnst maður vera, þá einhvern veginn þetta innra með manni ekki að segja það sama. Nei, einmitt. Þannig að það líka eðlilegur bara þróun hjá okkur. Já. Kannski verða unglingsárin. Ég held alveg og ég meina ég þekki búin að fá að tala við aðra sem eru með börn sem eru með útlitsgalla og sem búið að vera ótrúlega dýrmætt og þau eru börn sem eru eldri en ég og við og það maður sér alveg og það alls konar áskoranir sem að þau eru að fara í gegnum og maður auðvitað kvíðir fyrir því, þú veist að hvernig getur maður gert þetta allt, hvernig getur maður undirbúið, hvernig getur ég alltaf verið á undan og verið bara búin að leggja línuna og eitthvað svona og þú veist, maður getur farið í það að reyna að vera alltaf á undan, ég held en það er auðvitað, við getum það ekkert, við þurfum bara, þetta mun bara koma í ljós í rauninni. Sko. En hvernig hugsið ykkur að undirbúa hana því að börn spurja oft svo beinskeittra spurninga? Einmitt, sko þetta er mjög góður punktur og við fengum svolítið góða leiðbeiningar með þetta og hann Helgi fór svolítið inn á þetta með okkur að krakkar sem að fæðast með einhverja fæðingagalla eða útlitsgalla eða hvað sem það þau fá oft eitthvað annað og ég held að maður getur gefið þeim einhver verkfæri eða einhver svona svör ef einhver segir eitthvað að kasta boltanum tilbaka þú skrítinn, já takk fyrir það, eitthvað annað skilurðu, eitthvað svona án þess að maður fari í vörn, heldur bara að geta svolítið svara fyrir sig á einhvern penan hátt, við erum ekkert komið svör við því, en bara til dæmis þegar hún fæddist, þá fengum við svona smá æfingu í þessu bara að því að fólk var kannski að spyrja okkur bara í grænmetisborðinu í bónus, bara hvernig gengur og allt í lagi, eitthvað svona. Og þá var alveg gott að vera bara með, já, þetta gengur vel, hún er bara með heilkenni, en við erum bara sæl og ótrúlega lukkuleg með hana. Já. Þetta var bara, við vorum bara búin að ákveða einhverja setningar. Já. Bara, þetta er svarið, þetta gengur fínt og við ætlum bara að halda áfram. Já. Að því maður ætla kannski ekki að fara djúpt í einhverja umræðu hvar sem Nei, en fannstu að fólk var eitthvað að forðast að hitta ykkur eða? Já, þetta er alveg svona sumir sögðu mitt bara þetta er sorglegt og þetta er svona leiðilegt og maður er svona pínu eins og þegar fólk missir einhvern sem mann þykir vænt þetta er svona, getur verið svona pínu flókið hvernig maður á að segja hlutina og ég veit ekki, það er einmitt gott bæði fyrir okkur og svo fyrir þá að hafa bara eitthvað svona ákveðið einhverja línur til að spyrja það að segja bara hvernig gengur og þá getur maður svarað á einhvern ákveðin hátt. Já. Og þetta er pínu skrítið ákveða þetta en þetta er ótrúlega léttir einhvern veginn að hafa svarið og þurfi ekki alltaf að brotna niður eða veit ekki hvernig maður á að gera eða og þetta er kannski má segja að kemur svolítið úr fagmennskunni í heilbrigðiskerfinu að þið eru að fá svona ákveðin bjargráð í raun og veru. Í rauninni sko og og sko ég veit að við erum búin að vera stutt í þessum í Hollandi í þessum heimi og erum örugglega eftir að læra ótrúlega mikið en núna á þessum stutta tíma þá hefur kerfið verið á undan okkur og við höfum ekki upplifað svona ekkert rosalega mikið af einhver svona erfiðum hlutum sem sagt tengt kerfinu. Við höfum ekkert þurft að berjast mikið þar. Við erum búin að hitta frábæra fjölskylduráðgjafa og félagsráðgjafa sem hafa verið bara mjög ákveðnir í því að segja bara nú þarfst þú að þiggja þess aðstoð og hina og þá frekar að við værum svona nei, við þurfum ekkert, það er einhver sem þarf þetta meira og bara, við erum bara fín og eitthvað svona. Já. En það er kannski að því við eigum gott bakland sjálf og höfum kannski ekki þurft á því að halda. En við finnum samt að þegar við sögðum já,
þá var það mjög gott. Af því við eigum líka 2 aðra stelpur sem er alveg gott að geta haft smá stundum tíma og á þess að vera að blanda Selmusól inn í allt saman. Já. Og svo bara hvort annað. Já. Sem hefur reyndar aðeins. Við hefum ekki haft jafn mikinn tíma í það. Nei. En ég heyri af öllu að þið eru stödd á mjög góðum stað í þessu öllu. Segðu okkur aðeins hver hún er þessi litla Sól. Hún er algjör hetja sko. Hún hún er bara, þú veist, ég veit ekki alveg, hún er með bara svona ótrúlega sérstaka skapgerð. Hún er alltaf glöð. Hún bara, en einhvern veginn alltaf til sko. Hún er bara, og hún segir ekki mikið, en hún tjáir sig samt mjög mikið. Hún segir fá orð, en við erum að læra að tákna með tali og hún er búin að búa til alls konar svona tákn sem að hún notar og við skiljum bara fullkomlega og bara einhvern veginn bara svipurðum í andlita á henni, þá vitum við bara að hún er svöng og hún þarf að drekka og það er mjólk og hún er fljóta að búa til sín eigin tungumál í rauninni. En hún er algjör svona jákvæð svona gleðibomba fyrir okkur öll sko og þú veist, hún hefur komið inn með alveg ótrúlegan kraft inn í okkar fjölskyldu sko. Og kennt ykkur ótrúlega marga hluti. Og einhvern veginn bæði bara okkur og hún er 17 frændsystkini eða barnabörn eru í mín megin og svo eitt hinum megin. Þannig að hún er yngst af þessum hópi. Þannig að hún er með 16 klappstýrir á kantinum og þannig að það er bara, já, við erum ótrúlega glöð með hana og hlökkum til bara að sjá hvernig hún einhvern veginn mun vaksa og dafna í þessum heimi þó að manni kvíði líka fyrir því, svona kannski meira heldur en með hinar, þó að það sé ekkert sjálfgefið að það mun ekki eitthvað vera einhver árakstrar þar líka, sko. Já, maður veit aldrei, en það er alveg ljóst að hún hefur komið á réttan stað. Já, takk fyrir það, ég vona það. Við gerum okkar besta allavega í þessu, en svo sjáum við bara hvernig hver dagur gengur í rauninni, það er svolítið svoleiðis. Gangi ykkur sem allra best og takk fyrir að koma og deila sögunni með okkur. Takk, sömuleiðis, María.